Skref 30, fjarstýrigræjurnar. Hérna sést hvernig stélið er fest að með bara venjulegu klemmu og vír. Og vírinn liggur síðan hérna niður í hæðastýrið. Ef eitthvað þarf að stilla þá er auðvelt að gera það hér á þessari klemmu. Hérna er ég búinn að setja horn á bæði hæðastýrin og hliðastýrið og ég er búinn að setja stýrivíra sem eiga eftir að tengjast við þetta. Ég á nú eftir að snyrta þetta eitthvað en stýrivírarnir liggja svo hérna fram eftir skrokknum og enda hér þar sem að servóin verða þarna í þessu gati. Nú er ég búinn að setja fjarstýritækin í þessa litlu flugvél og við skulum byrja því að skoða vænginn. Hérna er annar vængurinn og við sjáum að servóið stendur hérna upp úr bara armurinn og hann er ekki á hlið heldur er hann bara langs og servóið er fest við plötuna. Hérna er hitt servóið og við sjáum að það eru kubbar undir servóinu og það er skrúfað niður í rauninni neðan frá til þess að það standi nánast ekki neitt upp úr þessari plötu. Inngjafarservóið það er fest hérna við mótorbúkkan og það er örstuttur armur hérna frá servóinu og upp í inngjöfuna, upp í karburétorinn. Þetta er líklega einhver einfaldasta uppsetning á servói sem ég hef nokkuð tíðan gert. Og hérna eru svo hin þrjú servóin inn í skrokknum. Þau verða undir stól, aftari stóllinn situr hérna, skrúast niður og felur þau. Það er miðjuservóið er fyrir rödderinn og það verður svona vír sem kemur í þau og síðan eru tvö hæðastýriservó sitt hvort. Rödderinn virkar svona og hæðastýriservóin hreyfast svona, sitt að hvar. Þau eru hvort að sinni rásinni og geta þess vegna farið hvort í sína áttina. Þau eru ekki að hreyfast sömu áttina. Síðan liggja vírarnir frá servónum hérna undir og hér upp og hérna verður sem sagt móttakarinn undir stól sem að hérna er. Ég er nú ekki viss að batterið geti verið hér en það væri nú ekkert vera. Það er síðan nóg pláss hérna frammi til þess að setja batteri. Hæðastýriservóið er tengt svona við hæðastýrið. Ég er nú ekki búinn að festa þetta, ég ætti að lóða þetta saman. En þessi hulsa lóðast hér upp á þennan vír og síðan kemur bara klemma á. Ég ætla nefnilega að geta tekið hæðastýrin af, stélið af og þá er ágætt að hafa svona klemmu. Rödderinn hins vegar er festur hér og þetta er sem sagt bara vírar sem eru báðum megin. Þarna líka.